gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það eru forsetakosningarnar sem við höfum rætt hérna með ýmsu móti hérna við Rauðaborðið. Nú ætlum við að horfa í kannanir, horfa í tölunar og við fengið hingað Baldur Héðinsson sem heldur út í vefnum kosningaspá.is og við gert það lengi. Alveg, fjölmargar. Já, þarna tekur hérna ólíkar kannanir eða frá ólíkum fyrirtækjum og síður einhvern veginn saman. Og eftir hverju ferðu, eru þau allar jafngildar eða metur hérna vægi Gallup meira en prósent svo þar fremdu gutunum? Já, það eru í rauninni 3 þættir sem spila það inn, hvernig vægi reiknað út. Það þú veist, könnunar aðilinn eitt, það hérna, það sem maður gerir maður skoðar hvernig þessir aðilar hafa verið að spá fyrir fyrri kosningar eða þú veist, það kannanir sem þeir hafa birt í aðdraganda kosninga. Það getur verið svolítið erfitt vegna þess að síðustu kannanir hjá þeim oft, það var fyrir einhverju síðan, þá byrjuðu þeir að hringja en hafðu notað netkannanir þess fram að því. Þannig það getur haft áhrif á að síðasta kannunin þeirra getur verið einhvern veginn betri heldur en það sem að dæla út reglulega. Algjörlega, ég leyfi þeim samt bara að hérna, ég tek inn kannanir og ég er í rauninni ekki mikið ég leyfi þeim að nota sína aðferðafræði. Ég ætla ekki að vera að gefa aðferðafræðin einhvern, en ég skoða könnunar aðilann og reikna út það sem kallað Pollster Introduced Error sem erum að sjá í rauninni meira frávik heldur en svona þetta sem við ættum að sjá fræðilega og þá gef ég þeim þannig sé einhvern út frá að bera saman þetta frávik, sögulega frávik sem að þessir aðilar hafa séð. Sá sem hefur staðið sig illa í síðustu kosningum að hann fær minna vægi á þér. Já, vissulega. Og líka, svo eru náttúrulega bara líka nýir aðilar og þá byrja ég á að gefa þeim bara varfærið mat. Þú þarft að sýna það í nokkur skipti að þú getur framleitt áreiðanlega kannanir áður en að ég fer að gefa þér einhvern gæðastimpil inn í þetta meðaltal. Svo skoðum við líka bara hversu gömul könnunin er. Það eru misgamlar. Það var til dæmis í síðustu viku, undir lokvikunar, þá kom MMR maskína, með könnun sem hafði verið tekin bara á 2 dögum og var eiginlega svona líklegust til þess að sýna okkur eitthvað svona hreyfingu sem var og þá daginn eftir kom Gallup með könnun sem var þetta tók viku og við erum líklega að reikna með því að mesta svörunum komi á fyrri tímabilinu, þannig að öllum líkjöndum var svo könnun bara mun eldri. Jú, og þá kemur Gallup-könnunin inn, þegar ég er að reikna út vægi fyrir á þessum tímapunkti þegar þessar 2 kannanir eru nýkomnar út, að þá fær maskínu könnunin, hún fær í rauninni hærra vægi út frá tímafaktornum af því að gögnunum safnað þarna tiltölulega stuttum tíma, þannig það styttra í svona miðgildið á tímanum þar sem verið að framkvæma könnuna miðað við að Gallup-könnunin akkurat, hún reiknast sem eldri af því að hún með lengra tímabil. Og ég nota miðpunktið þarna, það bara einföld aðferð og ég veit ekki hvernig svörin kom inn, þannig að ég nota miðgildið. Þannig tímafaktorinn kemur þarna út og það alveg eins og þú segir, í þessu tilfelli fékk maskínukönnunin hærra tímavægi heldur en Gallup-könnunin. Og svo það þriði hluturinn og það fjöldi þeirra sem að nefna, eða taka afstöðu, að það kemur þá líka inn sem þá þriði faktorinn, það aðilinn sem gerir hvað hún er gömul og svo hvað hún er fjölmenn og þetta notað til þess að reikna út vægi þessi 3 þættir og þarna notast ég við sömu aðferðafræði og Nate Silver sem var með og er með 538 síðuna og vakti svolítið athygli fyrir einhverjum árum síðan fyrir að það var reyndar á tímabili þar sem að var mikið svona verið vangaveltur hvort að könnunarfyrirtækin væru eiginlega að missa marks tengslu við Brexit og kjör Trumps og eitthvað fleira. Já, algjörlega, þetta er ég öfunda fyrirtækin ekkert að standa í þessu, það alveg, þú veist, það erfitt að ná góðu úrtaki og fá svörun sem að endurspeglar þá sem mæta á kjörstað og það bara virkilega vel gert ef að fólki tekst að vera nálægt niðurstöðunum og við á Íslandi, ég held að við búum bara við það að fyrirtækin eru frekar góð. Það til dæmis þægilegt að ná í fólk og við erum með núna allavega 3 aðilar sem eru reglulega að gera kannanir, svo koma nokkrir aðilar af og til, en þetta eru í heildina, þá þetta bara, ég myndi segja bara fín
bara aðferðafræðin, allavega þegar ég skoða söguleg gögn, þá er frávikið þar sem ég myndi bara svona telja eðlilegt og Svo alltaf munur á milli þeirra. Manni sýnir sko að prósent sker sér svolítið frá hinum. Hinnar eru yfirleitt líkari. Hvað heldur að valdi því? Ég ætla ekki að segja til það sko. Ég alveg teki eftir því sem þú ert að segja að sérstaklega eins og könnunin sem kom í morgun að hún sker sig dálítið úr þegar þú skoða sérstaklega þú skoða fylgi Katrínar að hún að mæla þarna með kringum 50 sko. Já. Hún kom inn í fyrstu könnunum með 3, svo var hún að svona festast í 4 og svo gefur hann könnun sem mælir hana í 5. Já, en líka bara byrjað sama við kannanirnar sem að komu nýlega frá maskinu og og 25 í maskinu og 27 í Gallup sem líklega er þá eldri könnun, þannig að mögulega gæti prósent núna verið að sýna tilneyingu að það var að fjara undan Katrínu. Það er möguleiki. Það er alveg möguleiki, en þarna fólk getur túlkað þessar kannanir alveg eins og það vill og bara, fólk skoðar þetta og greinir þetta alveg eins og það vill. Það sem ég geri þarna kosningaspá.is er að bjóða upp á að nota þessa aðferðafræði mína, að skoða kannanirnar út frá sem 3 þáttum, gefa þeim vægi og reikna út þetta meðaltal kannana og þá bara hverjum tímapunkti þar sem að ég keyri inn kosningaspá að þá bara tekið þær kannanir sem meikar sens að hafa inni og tek bara svona stöðumat og þarna ger ég þetta bara í tíma og það sem að maður fær þá er að maður fær svona daldið svona skýrari mynd af bara hvernig hreyfingin hver eru trendin vissulega, núna kemur könnun það sem að Katrín mælist lægri það, var hún að hrapa í fylgi? Við vitum það ekki Ekki svo mikið, ef maður miða bara við prósent sem að ég held að setja ráðlega öllum að gera, þeir eru að velta fyrir sér sveiflum að bera innan viðkomandi könnunarfyrirtækis. Algjörlega, það er ekki snjallt að bera á milli. Það getur verið mjög erfitt að bera saman milli fyrirtækja, en þarna í staðin fyrir akkurat að þurfa að vera haldið utan hvert fyrirtæki sér, bera saman milli kannana einstakra fyrirtækja, að þá býja til þetta meðaltal og við fáum þá líka fleiri mælingar og þá fáum við svona skýrari mynd að ég tel yfir bara hvað er að gerast, en vissulega eins og núna kemur þessi lága mæling, þá lækkar ekki mitt mat alveg leið, en ef við sjáum svo aðra könnun koma inn, þá náttúrulega þá kemur þetta sterkar inn í meðaltalið og við sjáum þetta gerast, þannig að það er bara bjóða upp á leið til að skoða hvernig maður notar þessar kannanir. Sem kannski gerist ekkert fyrir 50. og 1. dag. Já, það er ekki, maskína verður reynda líkleg til þess að setja 2 inn í vikuna, af því að ég held að þau séu hvort sem er alltaf að mæla mikið og líka frambúðin er alltaf að panta mælingar, þannig að þessar mælingar er í gangi. En mér finnst ólíklegt að Gallup komi með nema bara á föstudaginn. Já, það verður bara komið í ljós. Ég veit ekkert það, en við fáum örugglega nokkrar kannanir fyrir... Svo geti félagsvísindastofnun og hvað hét þarna, EMC? EMC, já, akkurat, það koma einstakar kannanir frá þeim, já. En já, ég er alltaf stjórn á því ekki hvernig það er komið út, en... Það er ein spurningur eftir, því að þú ert að mæla árangur hinna. Hvernig stóðu sig miðað við niðurstöðu kosninga síðast? Hvernig hefur kosningaspá Baldursstaðið sig? Ég myndi segja það sem ég er að reyna að gera í fyrsta lagi þarna, ég er að bjóða fólki bara leið til þess að greina þessar kannanir á þennan máta sem ég býð upp á þarna, fá minna flögt og betri svona mat á hver staðan og það sem að gerist síðan þegar þú ert að taka svona meðaltal að þá er þitt mat fyrir kosningar auðvitað bara meðaltal af því sem að hinn eru að gera, þannig að kosningaspáin kemur bara út bara álíka á allir könnunaraðilarnir og það er í rauninni það er bara alveg nóg fyrir mig er að vera bara meðaltalið af þeim könnunum sem að koma inn í kosningaspána, en það sem ég býð síðan upp á líka á síðunni er það að taka þessar upplýsingar og út frá því bara hvernig við höfum gögnum hvernig svona frávik frá skoðanakönnunum og yfir í kosningaúrslit hvað er eðlilegt að sjá þar og ég keyri hermannir til þess að ekki bara fókusa á þetta mat heldur líka gefa líkur á hvað er líklegt að gerst, hversu líklegt er að núna vitum við að Katrín er efst í könnunum en þýðir það að hún sé að fara að sigra alveg örugglega? Nei, það er ekki þannig. Við höfum alveg dæmum það bara þegar þó þessi stutt til kosninga að fylgi er á hreyfingu og svo þegar kannanir eru birtar rétt fyrir kosningar að þá verður eitthvað frávik. Kannanirnar ná ekkert algjörlega utan þetta. Þannig að... Hvernig nærðu utan frávikið frá síðustu könnun að kosningum?
Er það spá það hvernig hinn óákveðnu hegða sér í kjörklunum? Já, ég auðvitað, það sem ég geri bara, ég hef dreifingu á fylginu og ég veit ekki hver mun fá meira eða hver mun fá minna, en við vitum samt svona, hvað getur talist eðlilegt að muni gerast. Við höfum náttúrulega séð alveg töluverð frávik eins og bara í síðustu spennandi forsetakosningunum sem voru 2016 að þá var Guðna mælast alveg 8, 9, 10% hærri en svo var og Halla Tómas aftur á móti var að mælast lægri. Það er eiginlega einstaka kosningar að þessu leyti. Að þessu leyti, algjörlega, en ég held líka að fólk verður að vera tilbúið að taka, að niðurstaðan verði svona. Auðvitað eru ekkit, við sjáum vanalega svona 4-5% frávik svona fyrir þess að topp aðeinar sem eru kannski að ná yfir 10%, en það getur samt alveg orðið þarna 9-10%. Það sem ég geri þá er ég hermi niðurstöðu kosninga, þar sem að fylgið hjá aðilum getur farið hærra, getur farið lægra og það er alveg jafn líklegt. Ég er ekki að ég bara get ekki sagt til það, en það er samt mjög gott að gera þessar hermanir og sjá að fylgi getur farið upp hjá aðilum og það getur farið niður og þá sér maður hvers konar niðurstöður eru í alvörunni líklegar og þá sér maður eins og núna að 24% fylgi Katrín eins og að það í rauninni endurspeglast þá í 45% líkum að vera kosin. 55% að vera ekki kosin. Já, algjörlega, akkurat. Þú ert góður í reikningi. Ef ekki að fara bara yfir hérna, ég er með 3 spjöld sem ég ætla að taka hérna upp. Fyrst það bara staðan eins og hún núna. Þau eru búin að sjóða saman alla kannanir og raða þeim eftir þessu sem þú ætti að lýsa á þann. Að þá Katrín hann efst með 24, Halla Hrund með 19, Halla eiginlega bara beint á eftir og Baldur, þetta er bara einn hnappur þarna? Já, einn hnappur. Og þetta er náttúrulega, ef þetta er úrslit kosninganna, þá er þetta sögulegt að forsetinn er í kjöri með 24% atkvæða, næði ekki eins og undir fjórðungi. Það væri alveg ótrúlegt og þegar ég skoða bara kannanir frá 96 að þetta er svona í fyrsta skipti þar sem þetta er virkilega spennandi. Það minnir á 1980 sem þú varst ekki eftir? Ég man ekki mikið eftir því, nei. Ég fættu 1980 þannig að ég ætla bara að segja pass við að þykjast muna til því. Já, en þar voru fyrst og fremst 2 sem að voru að glíma en það var umræður það alveg fram á kjördag milli hverja glíman væri. Það var til dæmis, ég sá að eitthvað var að dreifa fyrirsögn þar sem að Vigdís dottin út átökin verða milli Guðlaugs og Alberts. Það var einhverju Albertsmenn að reyna að koma því á. En það var samt, Albert var bara með 3 af því sem að Guðlaugur og Vigdís voru með. Áhugavert, en það er akkurat, mér finnst að koma með svona gögn inn í umræðina er akkurat til þess að það sé þá í rauninni hægt að koma með rök á móti svona áróðri að það er vissulega frambúðan vilji örugglega fá fólk til að trúa ýmsu en ég er þarna óháður að meta stöðuna. Já, það sé, þú ert ekki að mæla með því að við bönnum skoðanakannanir og látum kosningaskristofunum eftir að koma alls konar sögnum á flug. Nei, ég held að það sé hjálp í rauninni. Herðu, en þú byrti líka yfirlit yfir þróunina og þá sjáum við náttúrulega það sem er mesta sveiflan er þarna stórkostlega rishöllu hrundar og svo lendir hún á flatlæner og svo byrjar að síga undir en síðan er brot í línunni fyrir svona viku að þá er eins og hún er búin að ná botninum eða ná sínu kjarnafylgi og það er alltaf betra að vera á leiðinni pínlítu upp heldur en á niður því að þú veist ekki hver það endar. Algjörlega og þetta, við sjáum alltaf Höllu Tómas akkurat í rauninni fikra sig upp bara frá sama tímapunkti og tímapunktur þar sem við fórum að sjá þetta gerast var eftir fyrstu kapparæðurnar á RÚV og þannig að það verið svona vendipunktur í þessari þróun fyrir Höllurnar 2 þessar kapparæður. Og þá sjáum við það að þó að Halla Hrund missi flugið að þá fær Katrín ekkert að því fylgi því að það fer bara yfir langmestu leyti yfir á nöfnu hennar. Já, allavega er fylgisaukningi þar, við náttúrulega vitum í rauninni ekkert hvort fólk sé að færa sig eða frá einum eða til annars, þannig að ég er ekki að reyna að greina það, en já, það er í rauninni bara Halla Tómas sem að er að sjá einhver alvöru aukningu þannig fylgi.
En við sjáum líka að Baldur hérna byrjar sem aðal keppi nautur Katrínar, en síðan svona sígur hann, þannig að augljóst að Halla Hrund hefur sótt fylgi til hans stuðningsfólks, en hann á sama hátt, hann hættur að síga og við sáum það til dæmis í prósent í morgun að hann svona aðeins og hann svona, að þau koma, að betra að koma inn í síðustu vikuna eins og þú hafi tilfinningur og getið spyntið í botn. Já, ég kaupið það alveg. Já. Sem að hins vegar ekki kannski staðan hjá Jóni. Nei, hann hefur núna akkurat komið 2 mælingar hann sem aðeins lægri heldur hann hefur verið. En það náttúrulega, hvað eru, 4-5 dagar til kosninga, þannig að og fullt að kappræðum eftir, þannig að það verður bara spennandi að sjá hvort að einhver geti átt svona moment ef ég má sletta og tekið áhættu. Sumir lýsa þessu þannig að þau hafi svolítið verið flest fyrir að spila þetta svolítið safe, að passa sig að styggja engan og þess vegna stundum hafa umræðunar orðið alveg drepleiðilegar, þar sem að fólk að reyna að segja í mörgum orðum ekki neitt. En núna eru margir þeirri stöðu að verða bara að gera eitthvað, sko. Og ég held að það eigi líka við Katrínu. Af því að þessi upphaf vikunar hlýtur að hafa verið skjált í hennar herbúðum og að mælast bara með 20%. Algjörlega og bara eins og ef við förum að tala líkurnar akkurat að hún ekki, þó hún sé efst að þá eru hinir 3 þannig næst eru í seilingafjarlægð þannig að segjum svo við sjáum akkurat fylgisaukningu á þeim og einhvers konar momentum upp á við hjá þeim þá þetta bara orðið. Við skulum skoða líkurnar, það síðasta spjaldi sem við ætlum að skoða, vegna þess að þar kemur fram kannski sem að ég hugsa að í herbúðum Katrínar sé þetta óskastaða í uppaf síðustu vikunar, þar sem að það engin með eiginlega þá stöðu að eiga kasta inn hanglaðinu og segja, heyrðu, ég bara gefst upp og hvet mína fylgismenn bara til þess að kjósa allt annað en Katrínu sem að gæti til dæmis komið frá Jón Gnarr sem að var mjög ósáttur við framboð Katrínar með sterkustu orðin kannski fyrir utan Steinunn Ólínu það. Já, ég sammála að ég heyr alveg að fólk sumir vilji kjósa strategíst og í þessari stöðu þá náttúrulega þetta er þetta að segja til hvernig best að kjósa af þessu 3 ef þú ætlar að kjósa strategíst á móti Katrínu en svona þetta Þú getur tölfræðingur getur ekki ráðlagt fólki sem að styður Baldur en vill alls ekki Katrínu að færa sig á milli því að það gæti verið að Baldur væri á einhverju uppsiglingu og þú væri með því að færa þig frá Baldri að koma í vekk fyrir að hann næði Katrínu. Já, ég myndi nú alltaf bara mæla með að fólk kjósi mig hjartanu og líka, segi nú bara líka, við erum bara, þetta eru allt frambærilegir frambjóðendur og bara mér líst bara vel á næsta forseta, sama hvað, en þetta mjög áhugavert að það skuli ekki vera komin einhver svona valkostur, svona einhver skýr valkostur fyrir þá sem að vilja ekki kjósa Katrínu og hún ég held að verður bara að teljast heppin að þau 3 séu þarna í alveg hörkukapi. Ég held að þetta sé besta staðin fyrir hennar en hins vegar það þegar fólk að kjósa strategíst að þá það ofta að kjósa með hjartanu. Það átti til dæmis við franska sósíalista sem að kusu hægri mann frekar heldur en ultra hægri mann. Það á við fólk sem að kaus Biden frekar heldur en Trump. Þannig oft fólk að kjósa, við getum kallað þetta neikvætt val en það samt með hjartan. Já, ég hjartalega sammála. Þetta og maður fær oft þessa spurningu, eru skoðanakannanir skoðanamyndandi og þetta slæmt fyrir lýðræðið að vera að birta þessar upplýsingar en ég segi akkurat nei af því að þetta eru upplýsingar fyrir fólk og svo verður fólk bara að taka þessar upplýsingar og ákveða hvernig það ætlar að nota þær. Viltu kjósa eitthvað sem á litla líkur á að vera forseti, það bara í fínu lagi. Viltu
kjósa, þú veist, sumir vilja kjósa sigurvegarann, þú veist, aðrir vilja kjósa það sem er líklega til þess að skáka sigurvegaranum, það er bara, og þú getur alveg hérstar á það í hvers skipti. En eitt af því að við svolítið talaðum um Katrínu sem er skiljanlegt að því hún náttúrulega, hennar framboð er sérstakt og sömuleyti hefur hún komið með svona sína pólitísku arfleið og hafur spilað svolítið inn í umræðunar í kosningabaráttunni miklu frekar heldur en svona erindi hinna og það sem að þú ert ekki með sem að til dæmis Maskína hefur mælt er það hvernig viltu alls ekki hafa sem forsetast til þess að reyna að meta það hvað gæti gerst ef að fólk væri að kjósa taktískt og það eru 42% í síðustu könnun sem vilja Katrínu alls ekki en þú nærð ekki í þínu mati að vigta það inn hvort að það geti haft áhrif á kosningahegðunina af því þú ert eiginlega bara að vinna úr fyrsta valinu. Já, ég er með mjög einfalda nálgun og oft er það bara besta nálgunin að hafa hana bara einfalda skýra. Svo má auðvitað fara að spila, bæta alls konar krúsidúlum í líkanið og það er náttúrulega bara, ég meina, fólk má alveg gera það, ég ákveð að gera það ekki svo staðinir í dag en segjum sér svo að allir könnunar aðilar myndu spyrja einhver svoleiðis, þá væri þetta bæta einhverju slíku inn í líkanið en eins og er ég núna bara að meta stöðuna á fylginu og svo út frá þessari stöðu og hvað svona geta talist eðlileg frávik skoðanakannana yfir í kosningar hverjar eru líklega niðurstöður og þá í rauninni hverjir eiga möguleika á að verða líkurnar á því að við komum til nái kjöri. Já. En síðasta kosningaspáin, þú skýður hana saman bara einhvern tímann á föstudaginu þegar Ég bara þegar síðasta könnunin er birt þetta var náttúrulega þannig að síðustu kannarinnar voru birtar þarna á föstudeginum en ef ég held að RÚV sé alltaf með þetta að það er alltaf fyrsti rúndurinn er alltaf umræðum skoðanakannanir. Já og þeir birtaði líklega þarna á föstudeginum en síðan hafa verið kosningar þar sem að er birt könnun morgunin á kjördag og ef það er gert þá auðvitað uppfæri ég mínar tölur af því að ég meina það eru þessar kannanir sem að er það sem fer inn í mína spá þannig að ef það kemur inn í könnun þá auðvitað reyni ég að koma inn út alveg bara leið þannig að það verður örugglega uppfærð kosningaspáð hann á föstudeginum og mögulega á laugardeginum ef það er ný könnun birt á laugardeginum. Þú keyrir þetta eftir fyrirfram ákveðnum vigtunum svo kemur einhver niðurstöð út. Ertu alltaf sammála henni ertu sammála kosningaspá Baldurs eða finnst þér svona ég nú trú að þetta ekkert svoleiðis svona það sem þú metur síðan sjálfur eftir á það er ekkert huglægt mat inn í þetta og Baldur er bara ekki með það svið það væri bara svindla það er ekki í könnuna sjálfur heldur bara þegar því að maður verður að meta könnuna spána þína eins og hvað annað og maður getur hugsað sér svo ég hugsa svona með forstunum sem að gefa að þetta gæti nú frekar kannski gerst. Þú ert ekki með svoleiðis mat á eftir að vera að vasast í að skoða kannanir og kosningaúrslit ára saman? Nei, ég er bara í rytma við að dundur út kosningaspám en auðvitað, fólki er náttúrulega alveg frálst bara að nýta spána eins og það vill má alveg bæta sínu mat og annað eða vill eða vera með sína eigin spá bara ég fagna því og leggja ég eitthvað undir. Herðu Baldur, takk fyrir að koma hingað og ræða kannanir og spánaðina. Já, bara takk fyrir gott spjall. Takk. Og við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.